þá næsta erindi, síðasta erindi fyrir ráðstefnulok og það The Very Busy Professor, Bjarni Diðrik Sigurðsson, sem kemur, prófessor við Landbúnaðarháskóla Íslands, sem með erindið áhrif skógræktar og ábyrgðargjafar á losun eða bindingu metans og nituroxíðs í jarðvegi. Já, það alltaf gaman að vera síðastur á dagskrá. Ekki allir vakandi? Koma. Ég ætla kannski að rifja það upp með húsmóðurinni, henni Brynhildi vinkonu minni. Það var áður en við gagnrýnum þetta með að albítórannsókn var gerð á Suðurlandi. Við völdum reyndar staðinn þannig að þetta var meðal loftslag á Íslandi. Það upp í Þjórsárdal. Þetta sá staður á Íslandi sem bestur varðandi hafrænu eða landrænu. Þannig að öll sú rannsókn fór fram á meðal kaldasta láglendisstaðnum á Íslandi, skiljiði. Þannig að það var ekki, Norðlendingar með ekki verið reiðir við okkur. Ég ætla eins að tala hér og við erum bara að tala albító, við erum bara að tala kolefnisbindinguna, en svo smá áhrif af breytingum og landnýtingu á albító, en svo eru líka tvær aðrar gróðurhúsalofttegundir sem eru mjög mikilvægar í loftslagsmálum sem hafa sáralítið og eiginlega ekki neitt verið rannsakaðar, hvort að við erum að hafa áhrif á þær með skógræktin okkar. Og það eru hinar tvær gróðurhúsalofttegundirnar, metan og nituroxíð, sem við köllum hláturgas þegar við nota til að á fæðingardeildu spítala til dæmis. Og ég ætla líka að segja það að ég ekki einn á þessu verkefni. Það eru fullt af nemendum og hún María Maljanen frá Háskólanum í Austur-Finnlandi sem unnum þessa rannsókn saman. En metan sem sagt gróðurhúsalofttegund og eins og sennilega þið vitið að hún mun öflugri gróðurhúsalofttegund en koldíoxíð. Þannig að hún veldur hlýnun, hnattrænni hlýnun 27 sinnum meiri hnattrænni hlýnun en koldíoxíð. Og þess vegna getur hún skipt máli. Og metan eitthvað sem að myndast, sem að örverur mynda við loftfirrða rotnun og þannig að koldíoxíð getur losnað á landi við niðurbrot á lífræn efni við súrefnissnauðar aðstæður. Og þetta gerist náttúrulega við kannski þekkjum úr dýrahaldi eins og jórturdýr sem reyndar rækta sína fæðuverksmiðju í vömbinni, halda vömbinni súrefnissnauðri og það eru bakteríurnar sem að melta og þær mynda þetta metan, þannig að líka jórturdýr gefa frá sér metan en jarðvegur getur líka gefið frá sér metan. En það eru líka aðrar örverur í jarðvegi sem nota metan sem orkugjafa. Og þessar örverur, ef sá hópur af örverum stærri, þá getur hann hreinlega sogað metan niður úr andrúmslofti, alveg eins og plöntur soga koldíoxíð út niður úr andrúmslofti þegar þær vaxa, skiljiði. Og það hefur nýlega komið fram að á norðurslóðum þá þessi hópur af örverum miklu öflugri heldur en víðast annars staðar og það talsverð metanbinding víða á norðurhveli, á norðurslóðum, kaldari vistkerfum. Og þannig að þetta mjög áhugavert. Hvernig þetta hjá okkur? Síðan það hin gróðurhúsalofttegundin, nituroxíð, hún gríðarlega öflug gróðurhúsalofttegund. Hún veldur 273 sinnum meiri hlýnun per massa heldur en koldíoxíð. Hún myndast í rauninni bæði, hún getur bæði myndast, hún í rauninni mistök í náttúrulegri hringrás næringarefna, hún getur bæði myndast í nýtrunarferlinu þegar köfnefni að losna úr lífrænu efni og breytist yfir í ammóníum, en hún getur líka sloppið út úr afnýtrunarferlinu þegar ef örverur taka nítrat og éta það og nota það sem orkugjafa og þá ef það ferli gengur ekki alla leið, þá getur hláturgas sloppið upp út. Og þetta sem sagt eitthvað sem gerist í jarðvegi.
og það er bæði þá út- og innferli alveg eins og með metanið og við vitum hvað gerist í raun vestur á hvor örverahópurinn er stærri. Og rannsóknarspurningarnir sem við vorum að leita svara við eru í rauninni losun eða binding að eiga sér stað í íslenskum skógum á metani. Hún árstíðabundin? Hvað er þetta stórar tölur miðað við kolefnisbindinguna? Skiptir þetta máli? Sama með níturoxíðið, en með níturoxíðið þá vildum við líka vita þegar við erum að nota tilbúin áburð þá getum við líka skapað af nítrun og þá getum við aukið hláturgasmyndun ef við notum tilbúin áburð. Þannig þar bættist sú spurning við og svo ekki bara íslenskum jarðvegi, líka skógrækt eða ekki skógrækt. Hvað gerist með skóglaust graslendi þegar við tökum það og ræktum skóg? Hefur það áhrif á annað hvort? Og við ákveðum að fara með þessa rannsókn í tilraunaskóginum í Gunnarsholti og það voru ákveðnar ástæður fyrir því og bara fyrir ykkur sem ekki þekkir, þetta er rannsóknarskógur sem var ræktaður upp árið 1990, 15 hektarar af 1 klón halaskosp og hann var ræktaður upp í fyrrum landbúnaðarlandi í Túni sem var síðan friðað og svæðið utan við hefur þá verið ekki ræktun síðan 1990 og bara til að sýna ykkur hvað þetta er svona skemmtileg mynd frá Óla á Þorvaldseyri sem er tekin á hausti og hún sýnir hvað næringarefni skipta miklu máli fyrir vaxtarferil asparinnar. Hér eru allar aspir sem inni í skóginum búin að fella á laufið en aspirnar sem ná í eitthvað köfnunarefni með rótakerfi sem er út fyrir skóginn hafa verið að vaxa lengur. Skiljiði. Svo er tilraun, svo erum við með langtíma áburðartilraun sem þarna svæði sem er laufgað inn í skóginum, það er þar sem við höfum verið að bæta við næringarefni og það líka hefur ekki lauffallið, skiljiði. Og þessi áburðartilraun er, sem ég hef sagt frá áður, að þetta er svona langtíma tilraun sem við hófum 2003, þar sem við erum að nota smáskammta af næringarefnum og erum að skoða áhrif á framleiðni og þarna er til dæmis einn mesti vaxtarhraði, með mesta vaxtarhraða sem við mælst í íslenskum skógum. Og hvernig gerum við þetta? Við förum út í ágúst með haglabyssu, skjótum niður nokkur laufblöð, efnagrænu laufblöðin og út frá efnagræningunum þá bý ég til kjörblönduna af öllum stein- og snefilefnum og við förum út næsta vor og berum á smáskammt næsta árs. Og þetta er ég búin að vera að gera núna á hverju ári síðan 2003. En það sem við gerum núna fyrir þessa rannsókn, ég tók bara 2 meðferðir. Ég tók áburðarmeðferð og svo bara venjulega aspaskógrækt án áburðargjafar og svo þriðja svæði var fyrir utan skóginn á graslendinu sem búið að vera friðað síðan 1990. Við settum niður mæliklefa eða lofthita mæliklefa sem við getum notað til að mæla flæði þessara gasa inn eða út og sem við kallaði passive chamber method og við förum á 2 vikna fresti allan ársins og gerum svona mælingar, tökum loftsýni, sendum þau til Finnlands, til Mörju sem notar gasgreini til að mæla styrkin í loftsýnunum og út frá því get ég reiknað hvort það er losun eða upptaka. Og til viðbótar að þá notaði ég svo kallaða Plant Root Simulators, eða PRS nema til að mæla magn leysanlegra næringarefna í jarðveginu. Og hér erum við að gera bara mælingar og ég ætti kannski að segja þetta líka að þetta er hluti sem ég er að kynna fyrir ykkur af meistaraverkefni Jóns Auðuns. Og þarna erum við að gera þá svona mælingar með þessu klefum og til að fara beint í niðurstöðurnar. Hérna sjáum við hvern punktur er ein mæling, það voru 4 mælifletir í hverju gróðurlendi mældir og þetta eru skógarfletirnir
og þetta er frá því að vera frá júní, frá lokum maí til október árið eftir. Og ef við skoðum þetta bara aðeins svona, alltaf þegar mínustala, það þýðir að metan að sogast úr andrúmsloftinu, bakteríurnar að éta meira metan, þetta losnar, þannig að það að flæða metan úr andrúmsloftinu niður í jarðveg. Þannig að það sem ég fáum út hér, að það bara talsverð metanbinding í íslensku jarðvegi og íslensku skógarjarðvegi. Það eingöngu þarna, sjáu þið, það sem gulaörinn svona síðla vetrar, sem stundum losun á einstaka staðum líka binding. Og af hverju það? Já, það út af því að og bindingin mest á sumrin, minnst að veturna, og á veturna síðla vetrar getur orðið smá losun. Og það í rauninni, losunin fylgir þarna þegar að jarðvegurinn frosinn og að byrja að þiðna upp og mjög blautur. Og þá munið þið eftir að það örverur sem að búa til metanið, þær án aðstæður ekki súrefni. Og ef jarðvegurinn blautur, þá myndast aðstæður fyrir þær alveg eins og í mýrum. Og þegar ég skoða hvað var rakast í jarðvegsins á þessum mismunandi tímum, að þá sjáum við að það þarna seinnipart vetrar eða frá áramótum fram í mars, að þá jarðvegurinn með 80% vatnsinnihald. Það af því að hann frosinn og vatnið kemst ekki niður og það þiðnar. Þegar það byrjar að þiðna þá bara vatnssósa jarðvegur. Þegar ég síðan þegar ég skoða þetta ekki, þessa tölu sem var að sýna ykkur var per sekundu, að þá ég umbreytið þessu yfir í flæði á 10 dögum, þá sjáum þið bindingin mest, hún hækkar þessi líður og sumar það fórum á haustið, það að því jarðvegshitinn, hann hækkar lengur eftir lofthitin fram á haust. Og svo minnkar þetta aftur að meðaltali yfir á veturna. Þegar ég umbreytti þessu flæði yfir í magn sem væri jafngildi CO2 bindingar, þá þetta svona 0,1–0,2 tonn koldíoxíðs á hektar á ári. Og það mikið eða lítið? Arnór sem allt veit, hann veit það að meðal kolefnisbinding allra ræktaða skóga á Íslandi í dag 7,5 tonna af koldíoxíði á hektar á ári. Og þetta sem sagt ekki nema 2–3% af því. Þetta binding, en þetta ekki mjög stór tala. En hún samt mælanleg. Ég sýni ykkur ekki graslendið, en árleg metanbinding graslendisins var hins vegar svo sama. Þannig skógræktin var ekki að hafa nein áhrif, skiljiði. Þannig þetta bara að gerast í þurrlendi á Íslandi. Og bara það beint í hláturgasið eða nitróxíðið, það hagar sér allt öðru sig, það engin munur milli ástíða. Það yfirleitt að losna meira nitróxíð út úr jarðvegi heldur en örverur sem að borða það og jafna þér losun. Og þetta var ábyrgðargjöf, þessa rauðu, og við sjáum sérstaklega fyrra árið að þá klárlega meiri losun eftir ábyrgðargjöfina í rauðu blett, en seinna árið af einhverjum ástæðum sáum við ekki það sama gerast. Og það verður sem sagt losun af hláturgasi úr íslensku skógajarðvegi. En magnið samt ekki nema það bil 0,1 tonn af CO2, það svona helmingurinn af því sem mótið því sem barst með metaninu, skiljiði. Engin skýr ástæðumunur, ábyrgðargjöfin jók losunina annað árið, og þetta þá staðfesting á því svo sem við vissum, og þetta sýnir hvernig það magnið á milli óáborins skógars og áborinna skóga breyttist. Og ef ég bæti sem graslöndin inn sem gráu punktarnir hérna, þá sjáum við að það ekki mjög mikil breyting, en hins vegar þegar ég skoða þetta tek meðaltölu yfir árið, að þá sé ég að öll skógræktin marktæk að auka hláturgas en nitróxíðs losun, og hún eykst enn meir ef við berum líka skógi. Og þetta þá ekki góða fréttir fyrir okkur, en þetta samt helmingi minni tala en bindingin af metani sem eiga sér stað náttúrulega.
og skógar binda metan, graslendi gerir það líka, hraðin lítill, 1–2% með við kolefnisbindingu meðalskógar á Íslandi, en allir skógar, en hins vegar, ef við tækjum alla útjörð á Íslandi, allt þurrlendi, þá verður þetta stór tala, skiljiði. Og þetta kemur inn í loftslagsbókhaldi á lokum. Þetta bara svona nýja vísindi þetta að það ekki komið neitt inn í loftslagsbókhaldi ennþá. N2O losnar úr jarðvegi skóga, gerist einnig í graslendi en minna, þannig skógrækt eykur N2O-losun. Losunin getur aukist enn meira þegar við notum smáskammta áburðargjöf eins og við gerum í gróðursetningu til dæmis. Það samband milli leysanlegs nítrats í jarðvegi og N2O-losunar sem ég mældi þarna með þessum stautum. Og takk fyrir mig. Takk. Kærar þakkir fyrir þetta, Bjarni Diðrik. Jæja, þá komið að seinasta eða næst seinasta leið. Seinasti leiðurinn hressing áður en við förum